Ég fór í verkefni að taka á byltuvörnum hérna á A7 vegna þess að við höfum verið með hæstu tíðni byltna 2024 og það sem er af árið 2025 og okkur fannst þá tilvalið bara að taka þetta verkefni að okkur og viljum þá að fleiri deildir geti nýtt sér þetta í framhaldinu ef vel gengur hérna. Ástæðan fyrir byltum hérna er mjög erfitt að segja en við erum alltaf með fjölbreyttan sjúklingahóp, mikið öldruðu fólki í óráði. Verkefnið var í rauninu tvíþætt. Annars vegar var það að koma að því að bæta byltuvarnir á deild, hvernig við ætlum að samhæfa okkur og gera öll alveg eins og bara ítreka hvernig þetta á að vera. Og svo hins vegar hvernig við ætlum að framkvæma ítarlegt mat á byltuhættu og það er þá fyrir þá einstaklingar sem er detta ítrekað í legu eða leggjast inn vegna byltu. Byltur geta haft í för með sér mjög alvarlega afleiðingar eins og beinbrot, blæðingar og geta hreinlega valdið dauða að lokum. Auk þess geta fólk verið mjög óöruggt eftir byltur sem veldur yfirleitt bara fleiri byltum. Þetta eykur sjúkrahúsakostnaðinn, þetta eykur legudaga og er í raun bara mjög mikilvægt að við tökum föstum tökum sem fyrst. Verkferlið byggir síðan á bara gæðaskjölum sem Landspítalinn hefur gefið út í samstarfi við byltuvarnahópinn og ég hef verið að taka bara upplýsingar þaðan sem fagfólk er að skrifa með bestu þekkingu sem völ er á og ég hef verið að breyta því þannig að það henti fyrir okkar deild.